Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Við skellum okkur á þorrablót í þætti vikunar en Keflvíkingar þjófstörtuðu þorranum rækilega þetta árið með 700 manna þorra veislu. Við hittum einnig Hamsana sem félagsskapur karla sem kemur saman nokkru sinnum á ári til að borða þjóðlegan og stundum óhefðbundinn mat. Þá heimsækjum við fjarskiptafyrirtæki Kapalvæðingu í Reykjanesbæ. Hamsarnir eru óformlegur félagsskapur karlmanna sem hittist nokkru sinnum á ári og borðar saman í hádeginu. Maturinn oftar en ekki þjóðlegur og telst jafnvel óhefðbundinn og ekki alltaf á borðum landsmanna. Að þessu sinni var það sjávarfang af ýmsum toga á diskum matargesta. Kíkið með okkur á Hamsana. Þetta bara hádegisveisla hjá okkur. Það bara miðvikudagur og það nýbyrjaður í janúar. Já. Það að byrja nýtt tímabil, það að byrja vetrarvertíð. Er þetta startið á því? Þetta startið á vetrarvertíð, já. Það ekki? Jú. Er þetta eitthvað leynifélag? Nei, þetta ekkert opinbert félag neitt. Er þetta að komast inn í þetta? Nei, það ekki hægt. Já, ekki einu sinni gennum klíku? Nei, það alls konar hindranir fyrir. Það svolítið atriði að menn hafi góða matarlyst. Já, við sjáum það náttúrulega á þeim sem eru hér. Já. Þeir hafa góða matarlyst. Já, þeir gera það. Þetta náttúrulega svona forspil við erum að æfa okkur fyrir kuppmálkvöldi hjá Lions. Sem alltaf hérna kringum, eða sko sjávarréttarkvöldið. Sem febrúar, mars, mánaðamótin. 1. mars núna. 1. mars núna. Það sjávarréttir og... Hvað í boði? Er það hittast reglulega? Nei. Óreglulega? Mjög óreglulega. Já, þegar þú ert svangur. Það ekki skipulega á þessu. Þegar þú ert svangur þá hringir þú í kokkinn. Það svona, þetta svona, 7-8 sinnum á ári. Já. En hvað? Ekki við sumari mikið. Nei. En er þetta alltaf sjávarréttir? Já, það ekki verra. Það ekki verra? Nei. Maður hefur svona heyrt utan af sér af þessum hóp. Þeir eru kallaðir Hamsarnir, hvaðan kemur það? Já, það byrjaði bara því að við vorum bara með fisk og hamsatón. Já. Og þá fengum við höfum haldið því síðan. Já. Saltfiskur með hömsu, það bara veisla. Já. Rófur og kartöflur. Þetta svakaleg veisla hérna. Já, það á að vera það. Er þetta... og þið eru með þetta, þeir eru bara að njóta en þið skaffið, þú og Axel, og gerið. Það hefur ekkert verið rætt það. Það bara þannig. Er árgjald? Nei. Það hvorki árgjald eða fastagjald eða nei. Það bara að njóta þess. En hvað best af þessu? Það allt gott hérna. Allt gott hérna. Það vandamálið, það ekki greint á milli. Mér finnst ég sjá á svipnum ykkar eins og þetta sé bara eina aðalveisla ársins. Þetta aðalveisla. Já. Músíkin þetta garnagöl. Garnagöl, já. En hvað það eru gellur og kútmægi. Og bæði líframægi og svo saltaði gellur. Er það rétt, Axel, að þú sért svona einn uppáhalds einstaklingur í þeirra lífi? Já, bara þegar það kemur að mat. En fyrir utan það þá... Talar ekki við þig? Nei, ég talar ekki við þig. Jú, þetta er rosalega gaman að gera þetta. Kúpmaðurinn er alveg uppáhaldi hjá okkur. Og þetta er eins nári hjá okkur. En svo er þetta, þegar þú talar hamsan, sko, það er soðning og hamsar og... Það er rosalega vinsælt hérna og svo fáum okkur stundum hrossabjúgu og saltar hrossakjöt. Og svona ekki þessi hefðbundi matur sem þetta er svona matur sem hefur gleymst aðeins. Gamli íslenski maturinn. Gamli íslenski maturinn. Þeim finnst það voðalega gott. Þú getur líka, þegar allir er konum með á diski og þú getur heyrt
saumnál detta, þeir gleyma sér, þeir missa meðvitund. Við ætlum að reyna að ná því atviki á eftir. Já, einmitt, gerum það. Þegar saumnálinn dettur og gatnagölið byrjar. Það er tónlist hópsins. Já, það er tónlistin. Verður ykkur góður. Einar. Það er vandi að Ætlar að, veist, þú kemur ekki meira á diskinn. Nei. Hvað er best af þessu? Það er erfitt að ráða, það er bara allt jafn gott og allt jafn skemmtilegt og þetta fær einhvern veginn reytingur langt umfram allt annað. Já, bara, þetta eru jólin. Þetta eru jólin, já, þetta er matarjólin. Já. 7 sinnum ári. Og þú ert nú hálft árið út í Ameríku, þannig að þetta er ekki slæmt að fá svona. Þegar þú ert á Íslandi. Það er vilja hafa þetta með sér þangað. Það kann maður að meta betur ef maður kemur í. Akkurat. Þetta eru yngstu menninir hérna. Kjartan og Gulli, þið eru hérna yngstir hérna. Þið eru langt fyrir neðan miðju í aldri á miðju hérna. En hvernig tróðu þið ykkur inn í hérna hóp? Bara með pappa, sko. Hann er vísu bara 16 ára með eldri ég, sko. Þannig að þetta er klíka. Ég er bara gömul sál líka. Það er að fíla svona mat. Já, það ekki. Þegar hann eignast mig, sko, þá var hann strákur á sjó, sko. Já. Og þá var það tilkynnt á skipstjórun að barnið væri búið að eignast barn og ég bara ennþá með honum. Já. Og þau fyllt hann alltaf því. Og líka tengdafammi minni af Já. Það fær einn góku. Þetta er ekki leiðilegur hópaður. Nei, Eina sem fær mig til að hætta crossfit-æfingu. Já, hætta crossfit-æfingu, það er þetta. Verður hún ekki bara að tengja seinna í dag? Jú, bara setja mér seinna bort. Og miðað við hvað það eftir með á diskinu, þá hlýtur þú að taka tvöfalda æfingu. Nákvæmlega. Þetta er nú allt hollt, skilur. Þetta er ekki allt superholt og gott. Já, rosalega gott. Þú tekur þetta allt saman? Þú ert enginn gikkur? Nei. Á Þorrablóti Keflavíkur, þá var helmingurinn af matnum bara eitthvað matur fyrir gikki, ekki þorramatur. Pottréttur og bernes. Vegan líka. Og vegan. Verðum við ekki að fara að ræða þetta eitthvað? Og þetta kallaði Þorrablót. Já. Já, næstu í desember. Já. Það sem að þú hefur verið mjög duglegur að gera undanfarna ári er makríllinn. Hvað er að frétta á honum? Það er verið bara að frétta það að þeir reikna ekki með að hann komi hérna svona. Er þetta gikkur? Þetta er bara fiskur sem fer þangað sem hann fer að borða, virðist vera. Já. Og hann einhver hluti vegna að valda Ísland þarna eftir hrunið og bjargaði nú þjóðinni eftir þá atrinu sem gerist þá. Já. Og nú verði hann að minnka og það kom töluverður makríll inn í flóan í fyrra en stoppaði stutt. Virðist vera hann hafi ekki fengið að borða. Já. Hvernig er það hljóðið í svona gömlum útgerðarmanni eins og þér? Það er gott. Já, það? Já. Ekkert væl? Það voru tala að þeir séu að væla? Jú, við getum gert það alveg. Já. Ekki þegar maður sé svona með flotta mat. Nei, ekki þegar maður sé svona veislu. Nei. Við ætlum að fá að tróða okkur ís á veislu. Já. Það er bara Bara svo við vita það var mál að gera svo kúpaða. Það eru 2 mann. Fjarskiptafyrirtæki Kapalvæðing rekur sitt eigið dreifikerfi í Reykjanesbæ en 80% heimila í bænum hafa aðgang að tengingum fyrirtækisins sem býður upp á dreifingu á sjónvarpsefni og öflugt netsamband. Í síðasta þætti kynntumst við upphafinu og ástæðan þess að Kapalkerfi var til í Reykjanesbæ en núna segir Erlingur Bjarnason hjá Kapalvæðingu okkur frá því sem fyrirtækið er að fást við í dag í ört stækkandi bæjarfélagi. Það hefur náttúrulega verið gríðarleg breyting í þróun í sjónvarpi. Heldur betur, það er allt í HD og annað og kröfurnar líka. Fólk vill bara fá þetta allt í HD og í miklum gæðum. En hvernig er ykkar þjónustaf? Nú þið eru það auglýsingur með net líka og annað. Er ljósleiðari, er það lykilorðið í dag? Já. Það er allt í gegnum ljósleiðari? Já, við erum allt í gegnum ljósleiðari hjá okkur, sko. Og við erum búin að vera síðan 10 ára að leggja ljósleiðara allar Reykjanesbæ. Og það er, ef fólk er að spyrja út í ljósleiðara, þá erum við með það, sko. Líka, sko. Sjáu þið að það muni stækka í framtíðinni? Já, það er bara framtíðin, sko. Það er verið með það og háhraða internet sem við erum með og við bjóðum alltaf 500 megabæta hraða á okkar tengingum, sko. Það var ekki mikið internet til að kanna sjónvarpið, sko. Nei, það var ekkert. Það var ekki neitt. Það var bara sjónvarp. Enda ólustu við ekkert við internet.
Hvernig finnst þér svona þetta hafa breyst með internetinu, þá eru gríðarlega miklu möguleikar og sjónvarp tengist netinu líka. Hvernig finnst þér þetta hafa þróast svona? Eldra fólkið að meðtaka þetta eða unga fólkið? Sko eldra fólki hér, það vill halda við, hrifið af kapalkerfinu og línulegri dagskrá. Já, það kann vel við það og einfalt. Það allt innbyggt í sjónvarpinu og það bara ein fjärstýring. Það finnst það mjög þægilegt. En unga kynslóðin, hún vill bara fá internet og örfá stöðvar kannski, sko, og stundum engar. Þetta orðið svo breytt, sko, þannig að þeir vilja fá kannski örfá stöðvar en internetið alveg númer 1, 2 og 3, sko, hjá svona yngri kynslóðinni, sko. En upplifirðu eitthvað þróun í því, nú ertu búin að vera lengi í þessu, eins og með unga fólki þegar það fer að stofna fjölskyldu og annað, breytist þetta eitthvað þá? Já, það sko, svona unglingar alveg frá sko 18 upp í 25 kannski, það bara að leita interneti, sko, þegar það komið fjölskyldu, þá vantar það barnaefni og annað og þá vill það fá sjónvarp. Það breytist þá, sko, þegar að koma lítil börnin á heimilið, þá vantar barnaefni og annað og eitthvað og þá fer fjölskyldan að setjast yfir sjónvarpinu saman. Þá vantar það, sko. Já, þannig að það verður kannski smá breyting á munstrinu, algjörlega, sko, bara unglingur í dag, hann vill bara internet, sko, og háhraða og við höfum það. En sérðu það, veist, sjónvarpi samt, það verður alltaf til, sjónvarpsefni, þannig að sjónvarpi ekki að fara, þó að fólk sé að fara að nota snjalltækin og tölvur og annað, þá lifir sjónvarpið og þú heldur að það verði áfram ókomna tíð? Já, það breytist, það mun breytast, það náttúrulega alltaf að færast á netið og sjónvarp verður alltaf til, sko, og fólk vill fá afþreyingu, en það verður öðru formi, það örugglega að þróast í bara að vera í app í símanum eins og annað, eins og getur orðið fengið og við ætlum að þróa það í þá átt líka, stefnum á að vera, en við verðum alltaf með okkar kúnna í kapalkerfinu okkar, sko. En nú eru þið búin að vera að leggja, hvað er að segja á góðri íslensku, snúrur allan bæ, allan Reykjanesbæ, þetta nú verið ansið mikið verk. Já, mikil vinna. Já, gríðarlega svona mikil handavinna og erfið hvernig þið tengist þessu? Já, mikil. Við fengum meðbyr hjá Reykjanesbæ á sín tíma þegar við byrjum að leggja kapalinn, eins og við köllum það þá, sko, þá fengum við leyfi til að leggja í öll hús og við getum boðið alltaf 80% af Reykjanesbæ kapalinn okkar. Geta fengið tengingu og internet og allt, og háhraða internet, sko. Þannig að fólk sem kemur til leika, það getur fengið allt í sjónvarpi og internet á einu stað? Á einu stað og samdægur, jafnvel. Af því við eigum okkar kerfi, sko, við erum ekki háður neinum. Og þjónustan, hún hefur eitthvað að segja, þú hlýtur að þekkja annað hvert húsjóra hérna? Já, ég þekki mikið hérna og ég tel okkur vera með mjög persónulega og góða þjónustu og veitum það og það er stokkið til strax ef eitthvað er hringt og biðum aðstoð eitthvað, þá þekkjum við að marga. Ertu að fá símtöl frá eldra fólkinu sem að þú ert eiginlega bara líka beðnum að koma heim og stilla? Já, maður þekkir víða marga og þekkir alveg hver tækið er og hvað hún geymir fjárstýringuna líka við, sko, hún eða hann, sko, og er búin að stilla hjá mörgum, sko, og haft bara gaman að því, enda er þetta svolítið gefandi líka, sko. Auðvitað þarf maður ofta að hlaupa við það, en það er gefandi líka. Þetta er minn heimabær, þannig að sko, Reykjanesbær og þá maður eiginlega svona hefur svolítið hjarta hér, sko, þannig að þetta er mjög persónulegum nótum. En nú hefur sjónvarpið sjálft breyst mjög mikið tæknilega sétt, þurrn sjónvarp voru áður gömlu túbunnar og afruglararnir svoköldu, þeir eru komin inn í þessa sem þunnu sjónvarp. Já. Hvernig gerist þetta? Móttakararnir, sko, það má eiginlega segja að þróunin hefur eiginlega fyllt okkur og það áður hefur voru þetta í myndlyklum, nú er þetta hjá okkur inn í sjónvarpunum sem er cable umhverfi og það hefur verið svona skemmtilega, svolítið gaman að svona fylgja því og auðvelt fyrir þá sem kaupa svona sjónvarp að fá sjónvarpið allt inn í einu umhverfi og að halda á einni fjárstýringu. Það hefur verið mjög þægilegt.
En þróunin að færast meira frá línulegri dagskrá? Hvernig finnur það? Eldra fólki ennþá að horfa á línulega dagskrá í sjónvarpi og yngra fólkið minna í línulegri? Já, yngra fólki svona að færa meira, vill frekar hafa netið og geta hort á það. Bara þegar þið sýnist? Já, það svona vútið og umhverfið svona sem hefur og það fólk vill það líka og aðrir vilja fá línulega og horfa og það bara nóg fyrir þá. Og fá bara sína stöðar og bíða bara eftir sínum þætti þegar að byrja þarna og vilja horfa bara á frumsýningu. Já, það er allur gangur á því og eldra fólki vill hafa það þannig sko. Það svona fastara í því að hafa sinn þátt klukkan 7 eða fréttir eða þannig. En þið eru að bjóða ykkar ykkar sjónvarpsrásir. Þetta alveg mikill fjöldi af útlensku rásum og svo eru þið með eina svona ykkar bæjarrás. Já, lógorrás, ýmist kölluð bæjarrásin eða eitthvað annað. Já. Við erum einmitt verið að sýna á Víkurréttarþættina hjá ykkur þar. Það er mikil ánægja með það líka og við hefum nýtt það og ég hef verið að svona fá myndir og annað hjá fólki og við hefum verið að sýna ljósmyndir gamlar af svæðinu. Þá ég ekki bara að tala Reykjanesbæ eða Garðinum Sandgerði og svona og Grindavík og annað og við höfum verið að bara sýna myndir af þessum svæðum gamlar þá. Og láta það bara rúlla. Og láta það rúlla bara og þetta eru stundum fjölskyldalbum sem að maður svona og fólk hefur haft mjög gaman að þessu. Þið eru nýfluttir hérna í aðalverslunargötu Reykjanesbæjar, Keflavíkur, á Hafnargötuna, með ykkar starfsemi. Virkilega gaman að því líka. Að koma hérna niður í miðbæ og geta boðið upp og við fengið mjög góð móttökur við því. Og það er virkilega gaman og við erum búin að sameina, vorum með lagerinn okkar annar staðar og annað þannig að við erum búin að sameinast hérna í skemmtilegt húsnæði og eins og ég segi, fengið virkilega góða móttökur. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Keflvíkingar þjóðstörtuðu Þorrana svo munar og héldu 700 manna þorrablót í íþróttahúsinu við Sunnubraut í Keflavík, Blúhöllinni, hálfum mánuði áður en þorri gengur í garð. Þorrablót á Suðurnesjum hafa aldrei verið eins vinsæl og í ár, en uppselt á öll stóru þorrablótin sem haldin verða næstu helgar. Við kíktum á Keflavíkurblótið og ræddum við þá sem komu að framkvæmd þess og sjáum atriði úr töluðum Keflavíkur-annál. Komið sæl og verið velkomin með okkur á Þorrablót Keflavíkur og hjá mér Kristján Jóhannsson, eiginlega svona framkvæmdastjóri þessa blót. Kristján, hvað málið að vera með Þorrablót? Það var 13. Hann var bara á sunnudag. Svona snemma. Það voru eiginlega bara mistök. Hjá mér, ég hélt þetta væri alltaf annan laugardag í janúar. Við höfum alltaf þjóðstartað Þorrablótinu, eða Þorranum. Þetta alveg viku meira eða eitthvað? Já, ég klikkaði. Það bara svolítið svoleiðis. Það skiptir engu máli, við skemmtum okkur alveg að vel. Nokkuð mála að fá þorramann? Jú, það mikið vesen. Hákarl sérstaklega. Það þarf að borga held ég 20 krónur fyrir kílóið. Þannig að það smá vesen núna. En Örri búinn að læna þessu velu og ekki bara þorramann, það þetta svo mikið að gekjum hérna. Þannig að hlaðborðið bara hrikalega flott. Þetta það sem mér þykir einna vænst að sjá á Þorrablótinu. Það að fá sanna, eldri Keflvíkinga, fyrirgefiði, en að fá svona brottflutta og svona góðsagnir, að fá þá hinga til okkar, þá takmarkinu náð. Þessi gaurar voru í Íslandsmeistaraliði Keflavíkur. 69, 60, 71 og 73. Það er bara svo gaman fyrir okkur sem langt síðan við fengum Íslandsmeistaratitil að heyra þetta. Ertu ekki fann að sakna þess að skuli ekki vera komnir fleiri titla? Jú, það löngu tímabært Ég var að pæli hvort að þið gætu ekki tala við næsta þjálfara, þú veist og sagt hvernig á að gera það. Kennan maður, við erum til í það ekki. Jón Óli, ertu sammála því og ástráður? Þetta eru gaurarnir hérna. Þú veist, hérna liðið sem að kann að vinna titla fyrir Keflavík í fótbolta. Kalli Hermanns, Jón Óli, Ástráður, Hjörtur, Einar Gunnarsson
Ólafur Júlíusson, Guðni Kjartansson, Eva bara halló ekki Hafnarfjörður, Keflavík. Örn Garðarsson, sérðu hvernig hann klæddur? Ná maður að vera. Er þetta þorraklanina? Það svo heitt í veðri hérna. Svo verður maður að íkja upp þorralyktina. En Örri, hvernig að rigga upp þorraveislu 6 dögum eftir 13. Ekkert mál. Það var kant á Excel og síma og e-mail, það var ekkert mál. Og smá reynslu. Við vorum að tala við Kristján Jónsson og hann sagði að það væri svo mikið af einhverjum auka mat. Hvað út okkur það? Það af því að náttúrulega 50% af fólkinu hætti að borða þetta. En auðvitað það náttúrulega borga vel inn og vill fá sinn mat og við höfum bara hafa þetta í lagi. Þetta skemmtun. Þetta má ekki vera kvöðu, sko. En akkur eru svona margir sem vil ekki þorramat? Bara þekkja þetta ekki. Nei. Er það unga fólki? Ég held það, unga fólki þá. Sýnist það. En svona við hinn sem að viljum þorramat, hvað er vinsalast? Það eru bungarnir, hákallinn, saltkjötuð, sviðakjamarnir og þetta er bara hefðbundna, sko. Akkurat. Fólk að taka stíl í þetta hverju. Við rífum hann upp frá matarborðinu, hann Sævar Sævarsson. Hann er nefnilega, hann er einn af þessum pjökkum sem að tengjast þessu þorrablóti og er alltaf að gera annál sem er sýndu hérna hverju kvöldi sem er svona skop Keflavíkur, áramóta skaup Keflvíkinga. Sævar, þú ert búinn að hneyksla nokkar í gegnum tíðina. Já, menna vilja flytja bænum út af mér og ég er reynd að kenna þér það vegna þess að við lesum bara víkufrétti þegar við erum að fara í gegnum árið og við finnum bara fréttinnar út af því. Það er nóg efni? Það er nóg efni í víkurðum og en eins og ég segi, við erum búin að gera þetta í þetta er held ég 7-5 ári sem við tökum þetta að okkur og þetta verður auðveldara með hverju skipti. Það er náttúrulega meiri aðgangur af bara góð efni og þetta er bara skemmtilegt. Eitthvað skandal í kvöld? Skandal? Eitthvað sem á eftir að flytja á bænum í kvöld? Ég held að þetta sé ég held að þetta sé þannig, við erum að fara að þjappa saman Keflavík, endurmyndum með góðri samþjöppun, en að munu nokkrir fá ansi mikið á baukinn og það er bara gaman. Þetta eru mörgum sem finnst þetta í rauninu vera hápunkturinn á kvöldinu, þessi annál, þetta ykkar Keflavíkur annál? Það er bara mjög gaman að vita því og í rauninni alltaf þegar við tökum þetta að okkur, þá erum við þannig að við okkur finnst það alltaf að vera á síðust árinu, en svo er það einhvern veginn þannig að þegar maður fær hrósið og einhvern veginn svona velvildina í fólkinu, þá peppast áfram. Já, tala ég við Davíð Óskars og við segjum, við tökum þetta 1 ári viðbót. Saman göngum við í gegnum súrt og sætt, styðjum liðið sem okkur er svo kært. Ég geng ekki ein. Ég hver einn og einasti einstaklingur í hjarta sér, sannur Keflvíkingur. Ég geng ekki ein. Við vitum öll að trúin flytur hér, styðjum liðið út á völl. Ég geng ekki ein. Með jákvæðni og ofurtrú, hjálpin, það ert þú. Ég geng ekki ein. Á árangursbrautinni höldum áfram ágengni í Bítlabæ.
velgengni. Ég geng aldrei ein. Leiðum við þökkum ykkur fyrir áhrifið, rétt að minna á aðra miðla okkar hjá Víkurfréttum. Við erum með Víkurfréttin sem koma út vikulega og dreift inn á öll heimili á Suðurnesjum. Já, fólk enn að lesa blöð. Einnig erum við öflug á vefnum, þar vaffef.is með alla fréttirnar frá Suðurnesjum og kylfingur.is með golffréttir alla daga ársins. Við erum á Facebook, YouTube og Twitter og þá má sjá þennan þátt og eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á vefsíðum Víkurfrétta og Hringbrautar. Við hvetjum ykkur til að standa með okkur vaktina og koma með ábendingar áhugavert efni í alla okkar miðla. Það má senda okkur ábendingar á netfangi vaffef hjá vaffef.is. Við verðum aftur á sama stað í næstu viku og þá ætlum við að kynna ykkur fyrir Suðurnesjamanni ársins 2018. Verður án efa áhugaverður þáttur. Þangað til, verið sæl.